Jæja, komiði sæl. Nú ætlum við að byrja á því að teikna hús. Nú erum við búin að fara í gegnum helstu aðgerðir, hvernig á að nota þær skipanir sem eru í SketchUp. En það sem ég ætla að gera núna, nú ætlum við að teikna þetta litla hús hérna og helst að setja þau húsgögn sem að þarf og við ætlum að gera þetta litla gestahús hérna. Nú, ég nú búinn hérna í SketchUp Professional. Hér eru tvær típur, annars vegar steypt hús og svo hins vegar ég hér með timburhús. Og ef við tökum af þessu hérna náttúrulega, hér ég með layerana, orðaklæðning, og tökum einangrunna af, klæðning, listana, OSB, þá sjáum við grindina hérna. Þetta timburgrindin, þess að hún sett upp. Og svo erum við með hérna steypta hlutan og steypt hús. Og þá ætlum við að taka vekja einangrunna, þá sjáum við hvernig þetta lítur út svona. En við ætlum að gera þetta í online útgáfunni og þið hafið náttúrulega þessa teikningu, hún fylgir með. Og hér erum við að tala SketchUp for free. Við förum þangað inn, start modeling og væntanlega byrjum við bara þá á nýrri teikningu. Við ætlum create new millimetra og hér erum við bara komin inn á nýtt svæði, millimetrar. Nú leifum hérna frú SketchUp að vera hérna inni, en við ætlum að hafa þetta til hliðsjónar og það sem við horfum í þegar við erum að teikna, þá ætlum við að taka þessar málsetningar sem hér eru og teikna þær inn á SketchUpið. Og þá það fyrsta lagi útlitið. Við byrjum á söklunum, ætlum að byrja á þessum söklum hérna. Og þá höfum við útlitið á þeim hér. Þessar málsetningarnar, réttara sagt. Svo, fara þetta svona. Og það fyrsta lagi 8460 langhliðin og 5500 breiddin. Og þá förum við bara hérna inn í SketchUp, veljum blýantinn og við skulum hafa þetta gaflinn. Það 5500 svona, og svo erum við að tala að það að vera 8460. Nú svo krækjum við hérna. Nú gott að fara hérna í, ég nú svo vanur professional að ég veit ekki hvar höndin hún á að vera hérna til þess að færa. Það bara að byrja að finna hana, þá vitum við hvar hún hérna. Hvar blessuð höndin? Hérna hún, hérna, svona. Og svo förum við aftur í blýantinn, krækjum í og þá sjáum við að þetta kemur sjálfvirkt og hann á að finna hérna hvenær hann í hana og svona. Þá sjáum við að þetta bara orðin svona platti. Nú, en við ætlum að við kallum þetta offset. Við ætlum að fara og hérna höfum við offset, þá förum við hérna og þá sjáum við að það hægt að offsetja hérna og við ætlum að hafa söklana 200 mm. Svona. Þá lítur þetta svona hérna að neðan og við ætlum að hafa þá við ætlum að hafa hérna söklana 1 meter niður. Og þá veljum við bara þennan hluta hérna og förum 1000.
enter og maður sjá 1000 hana það má ekki vera með maður passa að vera ekki á músinni þegar við erum að taka þetta nú þá er spurning hvort að við búum ekki til component úr þessu búum til einingu úr þessum hlut hér við sjáum að þetta er nú reyndar undir línunum hérna og við ætlum reyndar að taka þetta hérna þannig hluta og henda honum út því ég ætla að búa til nýjan set kassa hérna yfir og set ekki línu hérna og ég ætla að gera línu hér líka hana og svo ætla ég að gera kassa hérna ég ætla að hafa plötuna alveg sér svona og svo get ég farið og valið og stróklegrið og þurrkað út þá erum við með annars vegar söklana hérna og við getum þá valið þá og hægri klikkað og make component og skýrt þetta söklar og við segjum svo ok þá er þetta orðin ein eining nú við ætlum að hafa plötuna 15 cm þykka gólplötuna það er 150 svona og svo ætlum við að taka hana og gera hana að einingu eða hluta og við hægri klikkum og segjum hér botplata svona nú þá erum við með þessa tvær einingar og við ætlum að láta plötuna síðan setjast hérna á og það gerum við með því að hreyfa og færa hreyfa og færa og það er ykkur að segja nú vantar þetta að finna þetta hérna þetta er ekki alveg nóga vanur þessari vefútgáfu en allt er þetta hér er það er þessi kross hérna og sem sagt ef við tökum hérna í hornið þá getum við fært þetta og látið þetta setjast hérna niður svona en svo gætum við líka með því að styðja á CTRL knappinn þá sjáum við kemur plús hana og ef við klikkum þá erum við að kópera við ætlum ekki að gera það en þetta notum við svolítið eftir það er ágætt að sína þetta núna nú þá erum við komin með bæði sökla og plötu og þetta er sikkur hluturinn nú við ætlum að byrja á því núna að setja hérna leiðara svo kallaða ef við ætlum að byrja hérna á við ætlum að byrja nú kannski sennilega er best að byrja bara á steiftarhlutanum þá tökum við hvern vegg fyrir sig og ef við byrjum á steiftarhlutanum steiftahúsinu við byrja því að þá er veggurinn hérna 180 það er mjög algengt og svo þarf ég að klára þetta svona þannig að veggirnir sem er í rauninni beinir við byrjum á því að hérna gera þá en áttuðu ykkur á því við þurfum nefnilega að fá þetta til þess að hverfa líka þannig við förum hérna í botplata þá þurfum við eins og ég sýndi ykkur áðan að eyrnamerkja þetta og við búum til nýja merkimiða við getum kallað það sem svo og sagt hérna botplata svona og förum svo hérna upp og ef við klikkum á þetta að þá förum við hérna og merkjum þetta botplata sem þýðir
ef við förum hérna í merkið með hana þá á hún að hverfa og þá höfum við þetta frítt spil. Nú þessi veggur hérna, hann á að vera svo mikið sem, það sjáum við hér á þessari teikningu hér, hann á að vera einhver að segja 2838. Þá skulum við bara henda honum upp í þá hæð með því að fara, hvað er þetta nú aftur hérna, 2838 enter og þá er hann kominn. Það var ekkert vitlaust að setja núna vegginn sem er á móti, sjá, og þá erum við að tala sjáðu þennan vegg hérna sem á að vera 3500, hvorki meira en minna, 3500. Þá getum við hendinn hérna, förum aftur í merkispjaldið og kveikjum á botplötunni. Við erum búin að taka ákvörðun að hún er að vera 1800, nei 180 millimetrar, svona og svona, þá sjáum við að þetta kemur hérna. Og þá er gott að slökkva botplötunni, förum hérna í að henda upp veggnum í 3500. Svona, þá eru komnir þessir tveir veggir hérna og nú væri ekkert vitlaust í sjálfu sér að skýra þessa veggi og við skulum líka búa til nýjan merkimeða sem að er, og við skýrum hann söklar. Söklar, og svo förum við hérna í örn okkar og förum hérna efst upp og merkjum þetta söklar. Þá getum við farið hérna í spjaldið og slökkt á söklunum líka. Nú það náttúrulega vantar inn í þetta glugga og ef við skoðum hérna teikningarnar okkar frekar að þá erum við að tala að svona minka þetta eitthvað aðeins. Hér sjáum við breidd á gluggum, yfirleitt á grunnmynd, þá sjáum við alltaf breiddina hérna 1900 og þessi gluggi hérna, þetta er hérna aftan til og hann er 545 fyrirgefiði og hann á að vera 3315 frá þessari hlið hérna. En það sem að við getum alltaf gengið út frá yfirleitt er alltaf að ganga út frá því að efri brúnglugga í flestum tilfellum er alltaf í sömu hæð. Hér kannski er ekki á sniði teikningum er oft sýnt eins og hér er sagt hvað er upp í stóru gluggana en það er ekki sagt hvað er upp í litlu gluggana sem að við sjáum eins og til dæmis hér, en við getum aftur á móti gengið út frá því að hurðir sem eru seldar í dag, þær eru yfirleitt 2100, þannig að hæðin hérna er 2100 frá gólfi. Þannig að við ætlum að ganga út frá því að efri brún sé alltaf 2100. Nú, hér er litli veggurinn og við ætlum að gera gat í hann og við vorum að tala 3315. Nú förum við í málbandið, tökum það og það er nú kannski gott að taka það bara hér 3315 3315 og sjáum við glugganum hann fyrir neðan hvernig það kemur, svo bara enter, þá sjáum við að hér er komin
punktur sem við getum snappað á. Við förum hérna upp og segjum 2100 og hvað var þetta svo? 545 545 svona, og hann var vist alveg eins 545 svona, og þá getum við farið í stróklegrið og tekið út þessa línu hér. Nú, svo spurning að fara hérna í gegn, og við getum gert alltaf þegar við erum komin að, sko, það mismunandi ef við förum eitthvað lengra heldur en á face, hún glætur okkur vita, þannig að þegar við sjáum svona bláa reit þá erum við komin í gegn. Ups, nei, það er ekki alveg rétt hjá mér. Við ætlum að fara hérna tilbaka, hérna niður í hóndinu svona, og það á að vera on face, sjáu þið. Þegar það verður on face að þá fer ég í gegn. Nú, sama síðan gert hér fyrir gluggana sem að koma hér að framaverðinni. Málsetningarnar sjáum við svo hér, og hæðin á gluggunum eru svo þessar hæðir hér, og við skulum bara hendast í þetta. Og fyrsta lagi þá talað að hér eigi að vera 785 785 ekki er þetta nú alveg rétt hjá mér hérna, þetta svolítið sko 5 enter, þarna kemur það, og hæðin á gluggunum, þetta náttúrulega aðrar hæðir heldur en það á að vera, hildarhæðin á að vera, það undir glugga 586 og svo 2170, og þá bara tökum við línu hérna 586 enter, og svo 2170 enter. Breiddin, það grunnmyndin, og grunnmyndinni það er sagt að breiddin eigi að vera 1090, þá kemur það bara hér, enter, up, ekki alveg rétt í það, 1090, nú kemur þetta, enter, og við erum að tala þá ættum við geta krækt hérna í, þetta miðpunkturinn hér og farið beint út svona og svona. Tökum svo stróklegrið og þurrkum þetta út. Tökum svo og förum að on face, þá erum við komin, förum við í gegn, alltaf on face. Milli gluggana á að vera 5, 4, 5, og þá förum við í málbandið að sjálfsögðu, og við förum hérna út 5, 4, 5, og þá getum við tekið blýantinn, förum hérna upp, eigum að fá beina línu hérna út, svona 1090, enter, förum hérna niður, svona og svona, og svo förum við gegn on face, þá erum við komin í gegn. Nú, við getum síðan þurrkað út hérna, og það svo sem skiptir ekki máli, þá má vera þarna þessi punktalína. Næst á milli að hurðinni, það á að vera 985, og þá förum við málbandið, og við förum bara aftur hérna út 985, svona. Nú þá hérna, getur við ekki blýantinn, og spurning hvort að, nei, förum bara hér niður og tökum svo aftur upp, og þarna ætlum við að vera með 2100, svona. Hurðin á að vera 900, svona, og svo fyrir við niður.
enter og svo fyrir við og veljum hérna on face og þá erum við búin að gera hurðargatið. Svo kemur gluggi sjá og það 840 af honum og þá tökum við málsetninguna hér 840 svona og að því að við erum með það í efri brún hérna þá getum við farið hérna og glugginn hann á að vera 1200 svona 1090 svona og svo förum við bara og krækjum í hérna þá að veiða línuna það stundum eitthvað aðeins að hafa fyrir því við getum náttúrulega svo að setja 1200 því að það var hæðin en svo förum við og búum til gatið og on face og þá þetta komið svona. Nú gott að taka þessa veggi og gera úr þeim hluta og hérna búum við til og skýrum þetta bara veggur A og svo ætlum við að hafa þennan vegg B svona og við ætlum ekki að láta þetta límast við eitt eða neitt ok og svo ætlum við að setja þetta merki með það líka blúsin hérna og þá komið nýr og það ætlum við að skýra veggur A stórt A svo annan hérna bara því við erum að þessu veggur B og svo getum við farið hérna upp og þetta átti að vera veggur B veggur B og þessi hérna veggur A svona nú svo ætlum við að setja hérna á milli einhverja veggi og þá förum við öðruvísi að þegar við setjum gafluveggina en þá tek ég bara blýantinn hérna og ég fer hingað upp hérna niður hingað og hingað þá sem sagt komin ég búin að loka veggnum hérna til hliðana og þá velja ég hérna að sprengja þetta út og ég ætla 180 svona og nú þetta náttúrulega allt í lausu þannig ég þarf eiginlega að slökkva hérna á veggur A og veggur B til þess að búa til hluta úr þessu gera þetta einni einingu að öðrum kosti fer þetta allt í rugl ef við gerum þetta ekki með þessum hætti svona og það veggur C svona og ég var kannski ofljótur ég ætla að fara aðeins tilbaka ég ætla að setja glugga í þetta við erum bara svo heppin að þessi tveir veggir þeir eru eins og þá bara ef við kíkjum á þetta hérna þá sjáum við að það 1885 að glugganum og glugginn 1090 hérna og þá það héðan frá og þá tókum við málbandið og við vorum að tala að lengdin við ætla að hafa málbandið hérna að lengdin var 1885 svona og við vitum að efri brúnin hérna 2000
100 enter 1090 svona og svo 1200 svona og svo lokaum við þessu og svo þurrkum við út þessa línu hér sem við þurfum ekki að nota. Sprengjum þetta inn on face, þá komið gluggagat og nú getum við farið í að gera þetta að einingu. Make components, veggur C, ok. Og þá getum við kveikt hérna á veggur A og veggur B og svo getum við kópera þennan með því að íta á CTRL takkan og förum hérna krækjum hérna í að færa og ef við ítum á það kemur blúsinn og þá getum við dregið þetta svona, þá við erum búin að kópera gluggann. Nú erum við búin að steypa upp veggi og við getum hent inn hérna botplötunni líka á söklunum. Þá erum við komið með botplötu og sökla og svo er hægt að setja í þetta sperrur en spurning hvort ég sýni það ekki þegar ég geri timburgrindina og látum þetta kannski duga ekki nema að setja inn í þetta einhvers konar efni og spurning hvað er bjóðað upp á í vefútgáfunni. Metal, brick, cladding, sliding, asfalt og konkrít hérna er til dæmis bjóðaður upp á að leyfa okkur að setja svona eins og við höfum slegið þessu upp með mótum og þegar þetta er eitt svona komponent að þá hérna ferða á alla fletina. Svo getum við haft þetta bara söklana hérna, það er bara steypa og platan og þá erum við búin að steypa upp eina svona einingu þannig að við skulum láta þetta duga í bili og næst ætlum við að taka fyrir timburgrindina. Takk fyrir.